Ok, þessu dæmi ætlum að finna jöfnu línu sem fer í gegnum 0,0 punktinn en er jafnframt snertill við ferilfallsins y eftir e í x-ta. Ok, við vitum að jafnabeinnar línu er alltaf y eftir hallatalan sinnum x pluss skurðpunktur við y-ás. Og nú greinilega fer snertimillin gegnum 0,0 þannig að skurðpunktinu við y-ás er 0. Jafnan okkar hér er sett h sinnum x. Eina sem við ætlum að finna er h-ið hérna. Ok, hvernig finnum maður hallatölu beinnar línu? Já, við vitum að hallatala beinnar línu er hægt að finna út frá tveimur punktum af ferlinum og við vitum að þessi á hérna línni, þessi lína fer í gegnum punkti 0,0 en svo er hún líka snertill við þetta hérna fall, þannig að hún fer í gegnum einhver punkt a, e í veldinu a. Það sem okkur vangar að vita er hvað er þetta a þarna. Teiknum hérna, við setjum 0 inn í e x stað og fæ ég e. Ég fyrir ekki 1, ég segi 1 og ég setjum 1 inn, það fæ ég e, hérna. Þetta er svona vaxandi fall. Snertilli minn, já við vitum ekki hver hann er, en hann liggur kannski einhvern veginn svona og við erum að leita þessu a hérna. Þessi hérna punktur er a, e í veldinu a. Og svo vitum við að línan okkar fer líka í gegnum þennan punkt. Okay, hvernig finnum maður hallatölu línu? Maður segir hallatalan er y-hnýtin breyting á y-ás deilt með breyting á x-ás. Sem sagt e veldinu a deilt með a. En hér erum við nær með hvað a-ið er. Þá hugsaum við, ok, hvernig veit ég hver hallatalan er akkurat í þessum hérna punkti? Nú það er afleiða falsins í punktinu. Og afleiða falsins y jafnt á e í x-ta er bara e í x-ta. Þannig að y diffrað í punktinum a er e í veldinu a. Þetta er líka hallatalan. Svo við höfum að e veldinu a er hallatalan og það lítur þá að vera jafnt á hallatalan e veldinu a deilt með a. Við styttum út e veldinu a og markaldum í gegnum a og við fáum að a er 1. Þannig að hallatalan er, hún stendur hér, h er jafnt á e veldinu 1, eða bara e, og snertillin er þá y jafnt á hallatalan sinnum x pluss 0. Voilà.